Þannig að við ætlum þá að halda áfram að skoða, en nema núna ætlum við að skoða hvað það sem gerist þegar ég með þá eitthvað vefforrit og ég vil bregðast við því að einhver gerði eitthvað. Því að ég með eitthvað forrit hérna og núna það bara í einhver svona biðstöðu. Leðu ég íti á eitthvað hérna, að þá fær forritið tilbaka eitthvað, það var ítt á hérna 01.button.html skjal, birtu það í þessum glugga. Og þetta bara sambærilegt við það sem við erum að gera í vefforritum, þar sem við erum með einhver takka og ég íti á takkan og ég vil að eitthvað gerist. Ég vil að einhver hlutur bætist við einhvern lista eða eitthvað fjarlægist eða eitthvað svoleiðis. Og þá notum við þessa íventa eða atburði. Að eitthvað gerist og það sem gerist í raun ég íti á takka, ég slæ á lyklaborðið, forritið klárar að keyrast upp, gögnin sem við vorum að biðja þau koma, einhver vill að koma upp. Allt þetta eitthvað sem gerist bara einhverju tímapunkti í forritinu okkar. Og út af því að í raun að forritið okkar getur þá ekki í raun, það ekki bara alltaf að keyra, það ekki alltaf bara eitthvað, ertu að íta á lyklaborðið, ertu að íta á músuna, eitthvað að gerast, heldur það bara, það býður eftir þessum atburðum, að þá þurfum við í raun að skrá einhvern veginn hvernig við viljum meðhöndla og hvað við viljum meðhöndla. Og það það sem að snýst, þetta bara þessir íventar snúast um. Þannig að þá get ég hérna með eitthvað dæmi, þar sem ég með 2 takka og ég byrja þá að því að finna takkan sem ég vil að gera eitthvað og ég nota þá bara document query selector til þess að finna nóðuna og síðan segi ég þetta add event listener sem segir þá þegar þessi hérna event á sér stað þá vil ég að það keyrist einhver forrits kóði og þá það hérna fall og þá erum við með fall hérna sem skilgreint sem svona fat arrow eða anonymous fall. Þetta einn fall sem ekki með neina skilgreiningu. Það að segja að það ekki skilgreint með function. Það ekkert hérna function eitthvað. Heldur það bara skilgreint eitt og sér innan þessa hérna kóða hér. Þannig hérna fáum við einhver argument sem kom inn í það. Svo segir við hérna pílan segir núna á að byrja skilgreininguna á fallinu og þá kemur skilgreiningin á fallinu innan curly bracketana hérna. Þannig það sem þetta segir þegar það ítt á buttonið með click event að þá á að keyra þetta hérna fall sem að skrifar í console button clicked. Svo erum við með annan event listener sem segir líka you knocked. Þannig að þetta gerist 2 svar. Ok? Þannig að þá fáum við 2 takka hérna og ég íti á takkan og þá komið þessi 2 skilaboð í konsolið. Og ég íti aftur á takkan og þá komið það aftur. Ég íti margoft á takkan og þá komið það margoft. Þannig að það sem gerist þarna að við erum búin að tengja saman eitthvað sem gerist. Ég get smellt hérna til hliðar eða hérna næstu á takkan og gerist ekki neitt, en þegar ég smelli á takkan þá keyrist eitthvað forritskóði. Svo erum við með annan takka og það sem hann gerir að nota inverse aðgerðina við þetta add event listener sem remove event listener til þess að fjarlæga hann. Þannig við getum bæði bætt við og fjarlægt event listener. Og þá keyrir þetta fall og þá erum við núna búin að búa til vísun í fallið. Þannig hérna erum við búin að búa til fall sem heitir bara once. Þetta ekki lengur ónefnt eða anonymous fall, þetta nefnt fall. Og við setjum það á klikk, svo keyrir það og þá setjum við konsolokku við þetta og fjarlægjum síðan event listener. Þannig að það ekki lengur neitt event listener, þannig að það gerist ekkert eftir ég smelli á það í annað skiptið. Þannig ég einu sinni, keyri einu sinni og svo ég og ekkert meira gerist. En hinn takkinn, hann ennþá sprækur. Síðan getum við fengið upplýsingar hvað gerðist. Þannig að við erum með einhver element hérna, við erum með texta input og range input og við erum með link og við getum fengið upplýsingar hvað
að gerast þegar við smellum. Þannig að ég ætla að smella á divið og þá bara sagt target eitthvað target. Og þá kemur target úr þessum event object sem fylgir með, sem inniheldur upplýsingar hvað var að gerast. Þannig að ég ýti á divið og ég fæ þetta div og það bara þetta target. En ef ég segi ég ger þetta aftur, og þá fæ ég hérna target divið, buttons 0, client x, client y, þannig að ég get smellt hérna og þá fæ ég upplýsingar það hvar músin klikkaði innan divsins, sem bara x og y hnit. Til dæmis ef ég myndi vilja gera eitthvað leik eða eitthvað sem að, þú veist, eitthvað út frá því hvar ég klikkaði, þá fæ ég þær upplýsingar úr þessum event object og þá fáum við líka fullt af öðrum upplýsingum, alveg fullt af þeim. Og yfirleitt erum við bara að horfa á þetta target sem þá í raun bara hvaða element var smellt á og síðan út frá því hvaða upplýsingar höfum við. Þegar ef ég smelli núna á inputið, þá fæ ég bara það, en við sáum að við fengum ekki upplýsingar divið. Þannig að ef ég fjarlægi þetta hérna og ég keyri þetta, þá fæ ég í raun báða, að þegar núna inputið inn í divinu. Þannig að ég smelli á inputið, þá verða fyrst inputið, síðan fer eventið út og það annar event handler á klikk á divið sem utan þetta og þá bregst hann líka við. Þá getum við stoppað það með þessu stop propagation. Síðan getum við brugðist við í hvað gerist ef ég ýti á lyklaborðið. Þannig að ég fer hérna og ég skrifa A og þá fæ ég upplýsingar það að það var smellt á lykilinn A og ég get fengið þá upplýsingar hvaða þetta stafkóðin 70, stórt F 70, þetta líka shift lykil sem ég ýtti á, þannig að ég get brugðist við hvað gerist þarna. Ég get gert eitthvað ef einhver ákveðnir takkar eru slegnir saman. Ok, svo erum við með á reynsinu, þá getum við fengið hvaða upplýsingar, hvað staðan á því, þannig ég get dregið það til og þá fæ ég hérna, ég komið með það niður í 0 og svo dregið það upp og þá fer hægt að róla upp í 100. Þannig ég get brugðist við og geti gert eitthvað þannig, breytt litnum eða eitthvað. Ég get keyrt forritskóða sem bregst við inntakinu sem ég að eiga við eitthvað HTML element. Og svo að lokum að þá erum við með A og þá erum við bara með A element eins og við þekkjum hérna sem bara með A-href, þetta bara hyperlink sem á að fara inn á hi.is. En nú vil ég stoppa það og þá get ég sagt prevent default sem segir komdu í veg fyrir sjálfgefnu hegðunina sem að elta linkin og fara eitthvað og prentaði bara í konsolið nip. Þannig að ég ýti á linkin og ekkert gerist. Ég fer ekki neitt. En ef ég fjarlægi þetta og við fylgjumst með og skrifa á nip og svo fer hún yfir á hi.is sem kannski ekki alltaf það sem við viljum. Og þá kemur þetta að þessu progressive enhancement að stundum skrifa ég forrit þar sem ég vil geta gripið það að þú ætlar að smella á einhvern link og í staðinn byrt eitthvað lítinn inline box sem með upplýsingarnar sem á síðunni. En ef JavaScript myndi ekki keyra, þá myndi ég bara leyfa viðkomandi að fara yfir á síðuna. Svo þetta eitthvað sem við getum brugðist við til þegar við erum að skrolla. Þannig að ég að fara niður síðuna og ég hægt og rólega fyllu upp í hversu langt ég komin hérna uppi. Þannig að stikan hérna í réttu hlutfalli við það hvað ég komin langt niður síðuna. Cirka helmingur á síðunni hérna og svo búin að skrolla hana niður til fulls. Þannig að ég get brugðist við þessu. Þannig að þannig erum við komið með fullt bara af mjög ótengdum leiðum sem við getum tengt saman í að gera bara mjög flókin forrit. Það eru öll webforrit sem þið vinnið í
allt frá Uglu yfir í Canvas, yfir í Facebook, yfir í Instagram á vefnum eða TikTok eða allt þetta, allt að nota HTML, CSS og JavaScript. Allar breytingar sem þið sjáuð, allt sem er gert í gegnum JavaScript með eventum og með því að manipulata dómið. Og svo náttúrulega, þú veist, birta myndbönd og eitthvað svona, en samt í grunninn, þetta bara JavaScript. Þetta bara rosalega mikið af þessu, aftur og ná bara flókin forrit, en nota bara JavaScript. Svo getum við notað timeout, sem þetta, við viljum eitthvað gerist eftir einhvern ákveðin tíma, eða við viljum eitthvað gerist á eitthvað ákveðinu miklum fresti. Og þá timeout til þess að búa til svona klukkur sem að keyra fyrir okkur. Og þá skilgreinum við það sem einhver föll sem að keyra á einhverju ákveðnu tímabili. Set timeout virkar þannig, hvað erum við með það hérna? Við erum með það hér, að það keyrir eitthvað einu sinni. Þannig að eftir 1000 millisekundur eða 1 sekundu þá á að keyra start funksjónið. Og þá start hérna, það finnur eitthvað div, það fjarlægir textan, það setur inn nýjan texta og það byrjar að blikka. Og það blikkar með því að búa til eitthvað interval, það segir á 1500 millisekundar fresti, þá átt að kalla í blinkfallið. Síðan þegar það búið, þá átt að kalla það aftur eftir 1500 millisekundur. Þannig að alltaf á 1500 millisekundar fresti átt að kalla í þetta. Og það sem að það gerir athuga, breytan dark, true eða false, ef svo inverstaðinni hérna og settu bakgrunnslitin sem hvítan eða svartan og textalitin sem svartan eða hvítan. Þá fáum við eitthvað svona. Núna keyrir timeoutið og núna fyrir hún að blikka. Þannig að núna þetta set interval að keyra á 1500 millisekundar fresti, breytir textanum og hvernig fáum við svona eitthvað transition á þetta? Jú, við erum bara með transition CSS-ið hérna, þannig að þarna erum við að láta CSS-ið og JavaScript-ið vinna saman. CSS-ið séum að breyta á milli á 1,5 sekundu, þannig að það passa við þetta interval. Á meðan að JavaScript-ið séum að keyra þetta áfram og bregðast við því núna ætla ég að hætta og ég íta á escape-takkan og þá hættir hún. Og það sem að gerist þá var að við vorum með annan event listener á bara skjalið allt. Ég sagði, þegar það slegið á lykil og ég slepp honum, key up, athugaðu, keycodið á escape-takkanum og ef svo þá átt að fjarlægja þetta interval. Og þá þetta hérna clear interval, tekur inn eitthvað auðkenni sem við fáum út úr interval-fallinu hér til þess að fjarlægja það. Og þannig getum við stjórnað þessum klukkum sem við erum að búa til. Og þannig erum við farin að vinna með svona nokkra hluti. Við erum með eitthvað hérna sem að byrjar eftir einhvern tíma, finnur eitthvað div, fjarlægir textan, bætir við nýjum texta og lætur þetta allt svolítið fara að blandast saman. Svo að lokum með eventana, í bili allavega með dæmi, að þegar við erum að vinna með form, þá erum við mjög oft þurfum að gera eitthvað við formin. Þegar það eitthvað ítt á eitthvað, þá eitthvað birtast. Það eitthvað textislegin inn og ítt á eitthvað submit, gerist eitthvað. Og þá erum við með hérna eitthvað smá dæmi sem að tekur við einhverju og gerir eitthvað. Skoðum hvað það Þannig að ég með eitthvað hérna, ég skrif eitthvað og ég fæ hérna upplýsingar hvað stendur í þessu boxi. Bara jafnóðum og ég skrif eitthvað. Svo erum við með eitthvað boolean hérna, eitthvað checkbox. Ég tek það og þá breyti ég þessu. Svo erum við með eitthvað gildi hérna og ég segi radio value A, B eða C og svo ég að senda og þá sendur form send með gögnum og þá tekur hún saman hérna. Tekur allt sem ég með hérna inni, hún með checkboxið, það on og radio buttonið á A. Þannig ef ég strók allt út, gerir svona og gerir C og gerir senda, þá fæ ég engin texti, ekkert hérna checkbox og radioið B. Og þá þannig að við bætum við event listenerum hérna á textarið til þess að fylgjast með því og skrifa út hvað verið að gerast. Við setjum á checkboxið, þá togglum við þennan classlist sem við vorum áðan, þannig að svo setjum við classlist á bodyið. Ef hann off, þá fjarlægum við hann, ef hann hefur ekki off, þá bætum við við. Þannig að við horfum á hérna, ég smetla þetta hér, þá fjarlægist hérna, ég smetla þetta aftur, kemur þetta bara
fram og tilbaka. Þetta bara breytir þessu. Og body off bara svona og body on þá svona. Og síðan þegar við erum að taka við gögnum úr forminu og birtum upplýsingar það hvað var verið að senda, þá erum við með event listener á forminu sjálfu sem tekur þá við submit eventnum sem það bara það sem gerist þegar ég sendi formið og þá nota ég hennan form data API sem segir taktu öll gögnin úr forminu, búið til object úr því sem við fáum í þetta data hérna og svo getum við ídraðið gegnum það til þess að birta hvaða gögn eru í forminu okkar. Og þessi svona að nota þessa hluti mun koma inn í verkefninu núna, verkefni 8 og svo verkefni 9, svo verkefni 2 og senasta verkefninu. En einhverjar spurningar eins og Ok, þá eru smá viðbót hérna dæmi modula sem þá þetta við erum búin að vera að skoða föll til þess að einhvern veginn hópa saman virkni sem við erum að vinna með. Þannig í staðinn fyrir að skrifa bara allt forritið okkar bara í einu kvörs og þá skiptum við þessu upp í föll og við köllum í föllin til þess að skipuleggja okkur. Ok, en hvað síðan ef við erum komið með meira föllum? Við erum komið föll sem að eiga kannski heima saman en hin eiga ekki heima saman. Þá erum við komið svona einu skrefi ofar. Þá erum við að tala svona modula eða namespace, þar sem við erum að taka mörg föll saman og setja þau í skrá. Þannig að hér erum við með dæmi það og ef við opnum þetta og þá ætlum ég bara að skoða þetta main dæmi hérna og þá það þannig að við erum með þessa vísun í JavaScript okkar hérna eins og við sáum í seinasta tíma, tengjum þarna HTML okkar við forritskóðan sem á að keyra nema nú bætum við þessu attribúti hérna sem stendur type module og þá þýðir að þessi kóði sem keyrður þarna munirinn fylgja ES modules staðlinum eða ECMAScript modules staðlinum sem leið til að skipta JavaScript forritum upp í parta, upp í modula. Ok, þannig að þetta segir sæktu main.js fallið og þá erum við með eitthvað hérna og þá sjáum við hér eitthvað nýtt hérna sem þetta import og þá það að sækja eitthvað message og eitthvað calculate sem nefnt í þessu lib-calculator og síðan eitthvað default export hér. Þannig að við tökum þessa reiknivél og við setjum hérna til hliðar svona. Þá sjáum við að við erum með þetta message hérna og við erum að biðja það sérstaklega hér. Við erum með þetta calculate hér og við erum að biðja það hérna. Þá erum við búin að setja hérna fyrir framan þetta export sem segir í raun þetta forrit hér það exportar þessum gildum hérna og síðan hérna í lokin exporta default gildinu sem þá bara einhver strengur sem heitir hi en það kemur þá í þessu default export hérna. Þannig að það default export og svo named export og reyndar erum við að tala með hérna sem named import hérna og default import hérna. Þannig að þá það þannig að þetta hérna forrit keyrir hér, getur nota þessi föll og þessi gögn sem við sækjum hérna en allt sem við vinnum með hér alveg hjúpað frá því sem hér og allt sem í þessu hér hjúpað frá öllu sem hér. Og ekki nóg með það, heldur allt sem hér inn í þessu hérna forriti hjúpað frá window. Þannig að við höfum verið með þessi dæmi sem við vorum að keyra þar sem við vorum í raun gátum farið hérna og eins og þið gátuð skrifað play í verkefninu sem við erum með núna út af því að við búum til eitthvað function play en það út af því að þegar við notum ekki type module þá þetta bara sett allt inn í þetta global scope sem að window skilgreinir en þegar við notum module þá alltaf búið til bara hjúpun utan það sem við erum að vinna með og það bara alveg sitt eigið. Þannig að
ég er með eitthvað hérna sem heitir sum og það er bara ekki skilgreint hérna. En ef ég hins vegar ýti á þennan reiknatakka, þá fæ ég tilbaka einhverja 3 og það er það sem gerist þá, er í raun að við erum með þennan takka og hann er bara, er hérna í þessu, það er bara, nei, það er ekki einu svona takki hérna, nei, við erum með þess að búin til, afsakið, þannig að við búum til takka, við bætum event listener við hann, við setjum einhver texta inn í hann og við appendum honum við body. Ok, svo þegar ég klikka á hann, þá kalla ég í þetta fall hérna og það tekur sum sem er í grunninn 1, plúsar við það kall í calculate fallið með sum sem er þá 1 og 1 og þá er þá 1 hér, sem segir þá 1 sinnum 1 pluss 1 og þá er séð hérna 1, þannig að þetta verður mjög convoluted og kjánulegt, en þetta verður 1 pluss 1 sem verður þá 1 pluss 1 pluss 1 sem eru 3, sem er það sem var skrifaðist út. Og við getum séð í raun hvað gerist ef við bara setjum debugger statement hérna og keyrum, að þá sjáum við hérna, nú erum við hér og við erum með sum og það er 1, þannig núna get ég nálgast þessar upplýsingar hérna inn í debuggernum. Ég get síðan farið og ég get farið inn í calculate og þá er ég núna komin inn í hennan calculator.js og það er þetta fall að keyra, búið að kalla það með A sem 1, B sem 1, hér er C1, hér er eitthvað message, ég get nálgast þetta og ég get í raun reiknað þetta, þannig að núna er verið að fara að skila 2, förum út úr fallinu, við erum búin að breyta sum í 3 og við kallum í console log sum og það er síðan skrifað út hér. Meikar þetta eitthvað sens? Þannig að þetta er bara, þegar við erum að skrifa forrit, alveg eins og núna þegar við erum búin að vera að skrifa CSS og þeir fóru að nota SAS, þar sem við getum skiptið svona upp í nýja skrár. Það er alveg næs, það er alveg þægilegt. Ég þarf ekki að hugsa allt forritið mitt í einu eða allt CSS mitt í einu. Ég get svona skipulagt það, ég get sett þetta hérna sem á við þetta, það verið þetta skjal og þetta verið þetta skjal. Þetta er alveg sama hugmyndin, bara fyrir JavaScript kóða. Þegar við getum alveg verið með forrit sem er bara 2000 línur á JavaScripti, allt í einni skrá og þegar ég er að vinna með það, þá er ég bara að skrolla endalaust fram og tilbaka. Eða ég get bara tekið part af forritinu, setta það í C-skrá, annan part af forritinu, setta það í C-skrá og þannig skipulagt forritið mitt. Ok, ég vil taka dæmi sem kannski hnýtir þetta aðeins saman.